Jæja, velkomin í Frelsi TV á hoax.is. Komur örugglega fleiri nöfn á þessi fyrirbæri hjá mér. En til mín mætt aftur hún Guðrún Bergmann. Sæll og blessaður. Sæl, takk fyrir síðast. Já, sömuleiðis, svo gaman að sjá þig aftur, þó þessi bara í gegnum netheima. Já, það bannað að hittast öðruvísi. Já, og við erum líka svo duglega að hlýða þessu banni, það náttúrulega bara með ólíkindum. Já, við erum soddan rollur. Því miður, flest. En hvað hefur verið að gerast á þínum vígstöðum núna? Það náttúrulega sko bara svona áframhaldandi pælingar og að fylgjast með því sem að gerast í heiminum almennt núna. Hvaða breytingar að verða. Ég held að stærstu breytingarnar hafi orðið núna úr algjörlega óvæntri átt þegar að trukkabílstjórar í Kanada tóku sig til því að það var svona eins og það hefði aldrei verið inn á planinu að það yrði gert. Og þar kemur fram sko svo mikil samstaða og hjálpsemi hjá fólki og fólk að fatta hvað það býr mikið vald í því. Það lögð áhersla á að þetta sé gert í nafni frelsis og það verið að leita eftir frelsi frá öllum þessum höftum og það ríkir kærleikur, þeir eru með spjöld sem stendur á love og allt það og þeir hafa ekki beitt neinum skrílslátum eða uppþóttum. Eina sem að hefur gerst í rauninni keyptir aðilar sem hafa komið inn til þess að vera með læti. Þannig að í heildin það og þetta hefur kveikt í ofsalega mörgum allan heim og mér finnst það sérlega áhugavert og maður að sjá upplýsingar bílalíf í Brasilíu, Ítalíu, Hollandi, Þýskalandi, Ástralíu og fleiri löndum sem bæði stuðning við þetta frelsi og líka svona frelsis yfirlýsingu. Já. Hvað finnst þér að það ekki að vera skipulega eitthvað svona í Svíþjóð líka? Það alltaf einhver að mótmæla og flestir að mótmæla framan röng hús, sko. Fyrir framan hvaða hús viltu að fólk sé að mótmæla? Seðlabankinn, þetta aðgerð hjá Seðlabankanum. Algjörlega sammálaðir þar. Algjörlega sammálaðir þar. Ég var að nöldra, sko, í búsáhaldabyltingunni var ég að nöldra allt við erum ekki eins og við framar rétt hús og við erum að mótmæla fyrir framan hús með dönsku krónuna, sko. Já, það náttúrulega alveg sér dæmi út af fyrir, ég fór að skoða það eftir að þú myndist það við mig og það alveg ljóst að það danska, það undir dönsku krónunni en það svolítið merkilegt að því erum að tala Seðlabanka, þú veist hvað þeir alltaf fara að gera í Noregi núna, þeir ætla að skipa hvað heitir hann, Jens Stoltenberg, seðlabankastjóra, algjörlega svona deep state dæmi og einhver kona sem hefur verið að gegna því starfi, þá náttúrulega íta henni í burtu því að hún ekki nógu á línunni eins og það stendur. Nei. En það virðist sko vera sama hvað maður varar fólk við og reynir að útskýra, ég veit ekki hvort ég sé að segja þetta eitthvað vitlaust, en þetta hefur verið sko ljóst í áratugi, sko. Já, ég held að sko stóra málið það vildi enginn trúa því. Þú veist, það búið að forrita okkur svo inn á ákveðin veruleika og fólk bara vill ekki trúa að það geti verið eitthvað annað í myndinni. Og það náttúrulega líka verið hrópað gegn öllum mönnum eins og þér og nú undanfarið rúmt ár mér að við séum með samsæringarkenningar en það þarf náttúrulega ekki annað en að horfa bara á heiminn eins og í dag til að sjá að allar þessar samsæringarkenningar eru bara raunveruleikin í dag. Já og ég skil ekki þarf samsæriskenning að vera eitthvað neikvætt. Hver gerði það neikvætt? Það var náttúrulega eftir JFK að leyniþjónustan drap hann þá bjugguðu til þetta phrase conspiracy theory til þess að þakka niður alla gagnrýni, sko. Já. Og já, ég ennþá að velta þessu öllu fyrir mér, sko. Já, það sama hér, sko. Maður að velta líka fyrir sér hvað þarf til þess að fólk hlusti og jafnvel bara hlusti og byrja svo aðeins að spá í getur verið að þetta sé rétt. Og það þarf náttúrulega ekki að gera annað en að
farið smá leit á netinu til þess að finna alls konar upplýsingar sem bakka þetta. Og ég var nýlega að hlusta á, hann heitir Patrick Wood, ef ég man rétt nafnið hans, hann var hjá Germ Warfare í viðtali og hann búinn að vera að stúdera teknokrasíuna, sem náttúrulega það sem teknokratnir eru bara að taka yfir núna, og eða reyna að taka yfir, og hann segir sko teknokratían, hún byrjaði 1932. Já. Og hann fer í gegnum í rauninni sko hvernig ríkisstjórnir meðal annars í Bandaríkjunum hafa verið, menn hafa smeygt sér þar inn, við getum sagt á fólskum forsendum og svo fyllt þessu máli eftir, þar að segja teknokratíunni, svo að hún verður allt í einu að því sem að allir fara að trúa. Já, sko þetta sem við erum að díla við náttúrulega trúarbrögð, religion. Já, já. Og eins og Biblían segir sko, trú það sem fullvissa það sem ekki auðið að sjá. Og það sem svo, fyrir mér þetta verið bara alveg svakalega skemmtilegt verkefni, ég náttúrulega mjög sterkur í biblíufræðunum sko, lesi þær í 30-40 ár. Ég að kynna mér þau meira núna. Já. Og finnst þau mjög merkilega. Já, en sko maður þarf að passa sig á því þegar maður les biblíuna, eins og núna í svona einhverjum byltingum eins og menn trúa að séu í núna sko. Að þetta pirrar elituna ekki neitt sko, að í stöðunni sem var hjá Jesú þá voru sko farisegar og fræðimenn sem að stjórnu og gengu svæðið og grýttu fólk fyrir syndir sko, sem var að þú vildir ekki borga þeim fyrir syndiðina sko. Já, svona eins og kaþólska kirkjan hefur svo tekið þessir að gera í framhaldi af því. Já, þeir notuðu sömu aðferð sko. Þeir bara sálinn sko, 1302 þá bygguðu til traust og lýsti yfir eign á öllu landi, öllu hafi og öllum sálum sko. Já. Og ef þú borgaði þeim ekki lausnagjald þá myndur þú lenda að eilífið í helvíti og þeir komast að það væri betra fyrir að brenna klukkutíma á bálkesti sko. Þannig að það var dæmið sko. Og svo núna þá síðan krossfæstaður Jesú sko og jörðin skelfur og fortjaldir rofnar sko og þá sjá þeir prumpið í kassanum sem öll kenningin sko. Já. Og þá fer allt að losast sko eins og svolítið að gera núna. En þá mætir gaur Páll Postuli sko. Já, þú varst eitthvað að skrifa það þegar við eitthvað sem ég sett á Facebook. Já. Og hvað tók Páll Postuli að sér? Já, sko, þegar að kerfið alltaf riðlast, sko, þá senda þeir svona postula, sko, sem voru bara vikuna áður, sko, eins og hann var stýrði að grýta Stefán og hann var bara í því að myrða alla sem að hugsaðu eins og Jesú, sko. Svo bara þegar þeir voru að missa tök á, það bara var hann mættur, sko, í skrúðanum og orðin lærisveinn Jesú, sko. Sem þú telur að hann hafi ekki verið áður? Nei, hann var ekki með í hópnu sko fyrir krossfestingu sko. Hann mætti eftir. Jesú en hann hafi verið svona sendur til að, afheilega fólk aðeins. Og þetta gerist líka alltaf sko þegar að fólk sér svona aðeins á bakvið fortjaldið og sér að þetta nú eiginlega bara prumpikassanum sko í kjörkassanum. Já. Þá mæta svona farisegar og fræðimenn sko úr elítinni. Svo voru bara vikuna eins og dómarinn Arnar Páll Postuli. Hann var bara vikuna áður að dæma menn fyrir brot gegn valdstjórninni sem sko trúarlegt hugtak. Hann var bara að dæma menn fyrir að rífa húsin út af verðtryggingunni. Svo bara allt í henni bara já, nú ég bara með ykkur liði sko. Og allir að hlusta og hann og bara, Arnar, hann svo frábær hvernig hann segir þetta allt og svo hann að fara fyrir alls konar dómstól og tapar öllu þar, sko. Það kannski út af því nú hann komin öfugmegin við kerfið, sko. Og kerfið hann ennþá réttu megin, hann ennþá réttu megin, hann að reyna að viðhalda kerfinu sem hefur verið gott við hann, sko. Hann búin að vera á góðum launum og svo mæta þessi lista
allt þetta listalið, sko. En málið sko að þetta er þekkt. Elitan sýnir okkur alltaf allt sem hún að gera. Já, já. Og einhvern tímann fyrir 5 eða 7 árum talaði nautaatið, sko. Jaha. Að, sko, almenningur nautið, sko. Enda naut heimst. Ok. Og rauða skjalið eru áróðurinn eða blekkingin. Og nautabaninn elitan, sko. Svo á þeirri stundu þegar nautið fattar, þú sér að nautið stundum stoppar og hugsar, sko. Já, já. Og það kemur fyrir að nautið fattar trikkið, sko. Og þá ná þeir að fara beint í nautabanann, sko. Já. En hvað gerist þá? Þá henda þeir út öllum trúðunum, sko. Já, já. Þá koma bara trúðanir út, sko. Til að afvegaleiða nautið. Já, þá kemur fullt að liði út, sko. Já. Og það eru þessir Pálu postular, allt í Ágúst Eva, í lokin og öll þess að búa eitursprauta all börnin. Þá mætir Eva bara, lala. Hún náttúrulega Ágúst Eva Pálína postuli, sko. Já. Og allir aktivistanir eru bara, þetta svo frábært, hún syngur svo vel og þetta svo gott, sko, frábært alveg. Já, þetta er svolítið athyglisvert. Ég var að horfa á þátt núna bara fyrir mjög stuttu síðan þar sem við erum verið að lýsa, sko, hvernig stjórnmálamenn búa til eitthvað mikið að gerast megin til að fela það sem að gerast hinum megin, og það var dómsmálaráðherra hann skal ég segja Hollands. Hann gifti sig í fyrrasumar þegar að það voru allar alls konar takmarkanir í gangi, grímur og fjöldatakmarkanir og annað þess að það. Sýndi stóra mynd frá skal ég segja brúðkaupinu þar sem að allir stóðu saman grímlausir fyrir utan eitthvað hús sem að veislan átti að vera haldin í. Og þetta náttúrulega komst í öll blöð og allir voru að horfa á akkurat þetta á meðan felldi hann tillögu að það væri, skal ég segja gerði rannsókn á fórnarathöfnum og ofbeldi í Hollandi með því að hafa, og fólk tók ekkert eftir þessu. Þetta er rosa mikið diversion í þessu, það er alveg rétt og það er alveg það sama sem að gerast hér. Ég held að við gerum okkur ekkert grein fyrir því flest hvað að gerast inn á þingi á sama tíma og það verið að tala að fella niður, skal ég segja þessar takmarkanir sem á frelsi fólks að þá að renna í gegn alls konar frumvörp sem að enginn að skoða eða fylgjast með. Og ég held að fáfræk, og ég alveg þar með talin, ég hef sko ekki verið að liggja yfir lagafrumvörpum og svona, en það er verið að setja á alls konar endalaus lög sem annarkvort að gera eignarnám í landi eða að setja á okkur skatta eða takmarka frelsi okkar einn eða annan hátt. Og eitthvað við þetta þá bara vöknum við upp við það að stjórnin, ríkisstjórnin sem á bara að vera að stýra landinu, hún á allt í norðið allt landið. Já, samkvæmt þeirra eigin trú, sko. Já. Ég get alveg sagt, sko, Guð skapaði heiminn og ég umboðsmaður Guðs og þess vegna á ég allt landið, sko. Þetta eitthvað miskilningur bara. Þannig, og svo get ég náttúrulega búið til svona traust eins og únum sandum, sko, og sagt bara skrifa á pappír, veist ég á allt landið og þeir sem ekki samþykja það, þeir munu glatast að eilífu, sko. Þannig, og þetta það sem að ef þú fjallar únum sandum, sko, 1302, þetta það sem að allt þetta kerfi snýst the highest claim, sko. Já, hverjir gera mesta kröfuna, já. Og þegar að kaþólska kirkjan gerði þessa kröfu, við eigum það, þess vegna 3 krónan, sko. Já, einmitt.
að þá var engin annar sem kallaði, það voru bara þeir. Já. Allir Það var hinir enginn sem bara, mótmælti. nú verðum við bara að borga aflátsgjöldin og Já, það var svoleiðis. Það er sko, það er út af því það var búið til þetta vald kirkjunnar í huga okkar Já, og það var endurtekið aftur og aftur og beitti því grimmilega, alveg sama á hvaða háttir voru beitaðir, sem að gera það verkum að fólk fóru að trúa að það væri rétt, það sem þeir voru að segja. Og þá náttúrulega, þetta hefur allt með samferringakerfi okkar að gera og ég held að samferringakerfi okkar eins og það hefur verið, það sé mjög mikið að hrynja. Ég held að það sé breyting sem er að verða. Ég veit að við ræddum þessa 3 koronu, einmitt síðast þegar vorum að spjalla saman, en hún er náttúrulega mjög öflug, það er náttúrulega ýmislegt sem er að breytast hjá Vatíkaninu núna, að Vatíkanið er fyrir dómstólum út af einhverju svikamáli, það er verið að setja girðingu í kringum Vatíkanið, hvað er í gangi, þú veist? Er þeir að missa veldin? Það er erfitt að segja það, sko. Já. Og ég hef náttúrulega verið í þessum sértrúasöfnuðum svokölluðu á Íslandi, var fyrst í Veginum. Fyrst var ég í Þjóðkirkjunni, sem er náttúrulega sértrúasöfnuður líka. Já, ok, já. Og svo fór ég í Veginn, og þar féll pastorinn í ónáð, sko. Já. Og svo fór ég í Frelsið, þar féll pastorinn í ónáð. Eða pastorsjónið, það var þetta frúin þar sem féll í ónáð. Já, ok. Og svo fór ég í Krossinn og þá var Gunnar fyrir þessum rosalega ára sem ég heldur að hann hafi verið alveg saklaus, sko. Já, ok. En hinn tvö voru alveg bara þræl seg og viðurkenndi það bara, sko. Já. Og þannig að ég hef séð 3 útgáfur af því þegar að söfnuður fellur, sko. Já. Trúar söfnuna sem fólk trúir alveg fullkomlega, svo allt í einu gerist eitthvað og það er bara söfnuðurinn búinn, sko. Það er bara leigja húsnæði eitthvað annað, sko. Já, það er flúið, sko, en leitað í einhverja aðra trú. Þetta gerist líka innan eins og gerist innan jógarhefingarinnar með Krippalú-jóga þegar hann féll af stalli, hann ekki hvað hann heitir, sem að var þar, það dýrkaður alveg eins og Guð bara fólkinu, sem að varð opaslega reitt þegar hann féll af stalli. En við erum náttúrulega bara mannleg. Þannig að það eru alls konar stallar sem við erum að fjúka af. Það er ekki svolítið ódýr afsökun, Guðrún, þetta gerir betur en það. Ég er að segja, við erum öll mannleg og það sem við höfum ekki verið að gera kannski, er að við höfum ekkert endilega verið að rækta okkar innri mann, heldur miklu frekar vera eitthvað svona út á við. Það voru gott að halda og predika, halda ræður á sunnudögum eða eitthvað þess að það, en það er erfiðar ofta að fara eftir því sem er að predika. Já. En það er annað sem að ég er farin að stúdera svolítið líka núna, það er Platós Cave, sko. Já, hellarnir hans, já. Já. Að þeir gefa svolítið, er ekki búin að bæti í þetta, sko. Já, ok. Að sko, flest fólk sem, já, þetta er mjög gott hérna er Brainwashið, sko. Já. Og svo eru farisegar og fræðimenn, sko. Já. Varnaðir að komast hér. Svo er elitan hér á stalli, sko. Já. En svo eru bara örfáir sem að komast upp, sko. Og ég tel mig til dæmis vera komin hérna upp á grasið, sko. Já. Og það sem að fæstir skilja er þetta er ekki físisk ferð, þetta er andleg ferð, sko. Já, ég veit, þetta er andleg ferð. Já. Það er akkurat það sem hún er. Og fólk sem að byrja til þess að tala við mig ég sagði, sko, þegar ég byrjaði, þá komu svona fleygar að mér, sko. Já. Já, hann er hommi. Ok. Og ég bara, mér er alveg sama hvað gerist í Narbyggsson hjá honum, sko. Svo framlega sem það er allt með samþykki allra. Þá kemur mér ekkert líka í gangi með Narbyggsson hjá fólki, sko. Nei.
Og svo hérna, já, múslimar, þeir ætla að yfirtaka Evrópu, sko. Já, bara gott hjá þeim. Þeir eru duglegir og eignast 15 börn hver kona og það bara frábært. Það er svona alltaf verið að reyna, og þetta gerist allt saman hérna í kjallaranum, sko, eða í hellinum. Já. Og þetta líka þýsisinn minn með Golem, Ghoul og Gargoyle, sko. Já. 80% eru Ghoul, 16% eru Golem. Ok. Og 3% eru Gargoyle, sko. Þannig skýrðu þetta aðeins fyrir mér. Já, þetta byrjaði með að ég var að pæla það sem er kennt við hana Eleanor Roosevelt, sko. Já. Hún sagði 80% af fólki vill ræða annað fólk. Já. Og hún sagði hérna já, og svo var það einhver 15% sem vildu ræða atburði. Já. Svo talaði hann að væri bara þá 5% sem vildu tala þeoríur eða svona æðri málefni, sko. Já. Og þetta þróaðist síðan yfir í Golem, Ghouls og Gargoyle, sko. Já, ég skil. Og Golemin eru þessi 80% sem að lifa þarna niður í hellinum, sko. Já. 16% eru þarna á milli. Já. Og 3% eru þarna á stallinum. Já. Sumir taka eftir að það vantar 1% þarna. Já. Þetta gildra, sko. Það eru sumir sem bara segja, hvað með þetta eina? En aðrir láta þetta fatta það ekki, sko. Já, ok. Og þetta eina er upp á grasinu, sko. Ok. Og hvaðan kemur þessi kenning hellana? Ja, það er náttúrulega bara Plató sett þetta svona fram, sko. Hann gerði það? Já. Ok. Ég er búin að vera að sjá einmitt teikningar af þessu í ýmsum svona spjallþáttum og annað þess aftar. Ég var bara ekki alveg þekkti þetta ekki svona í þessu 80, 16, 3 og 1. Þetta er bara eitthvað sem ég hef búið til, sko. Heima tilbúið svona. Það er heima tilbúið. En hérna, það getur alveg verið rétt, sko. Það er samt verið að tala að það sé kannski bara 10%. Reyndar Russell Brand, hann talar það að það séu 4 milljarðar sem eru vaknaðir í heiminum. Ég veit ekki alveg hvort að það sé rétt, en það myndi nú þýða helmingur af mannfólkinu. Það er stærri tala heldur en við erum að sjá allavega hér á Íslandi. Já, hvað er að vera vaknaður, sko? Það er kannski að vera meðvitaður í rauninni hana blekkinguna og hvað er á bakvið. Það er 1%. Sem er búið að vera haldið fyrir okkur svo lengi. Ég held í fram að það sé 1%. Já. Það er svo rosalega lítið hlutfall, sko. Þetta, þú getur líka að tekið þetta á aðra mynd, sko. Já. Að þetta eru þrælarnir, sko. Já. Og hérna á milli eru húsþrælarnir, sko. Já. Þessir sofa í kjallaranum hjá meistaranum og þessir fá sofa upp á lofti, sko. Já. Og þræla haldararnir eru bara hérna í sólinni, sko. Já. Þetta er svona svolítið svona upstairs, downstairs eins og hefur verið í gegnum tíðina í Bretlandi. Já, það sem ég hef verið að gagnrýna, sko, þetta er alþingi og stjórnkerfið og lögin og allt, það er allt sem að hér, sko. Já. Það sem ég hef verið að gagnrýna er allt þetta reyfrildi hérna, sko, hvort þú ert hérna megin í hellinu með hinu megin og þú veist, klifrar kannski að þessu vegginn, bara já, rosa árangur, hann er aðeins komast upp á vegginn, sko, sjáðu þetta. En það sér enginn hérna á bakvið þennan vegg þá. En svo er annar vinkill á þetta, það er hérna tjaldbúðin, sko. Ok. Og hérna tjaldbúðin er stjórnkerfið sem að Páll Postuli tók þátt í að viðhalda, sko. Ok, þarna kemur hann inn aftur, já. Já, þetta var hans kerfi, sko. Og þú sérð að allir dómstólar og allt slíkt, þeir eru svolítið í þessum stíl, sko, með súlunum. Já. Og sko, í Hallargarðinum, þar fekk fólk að fara inn, sko. Hérna voru allir bara
það var eitthvað aðeins aðskilið, sko. En hérna var almenningur að koma með fórnirnar og eitthvað svona, sko. Já. En það fekk náttúrulega enginn að fara inn í tjaldbúðina sjálfa, sko. En svo var tjaldbúðin sjálf, sko. Hérna var, það voru 2. Já, 3, já. Að sko, já, hérna er þessi þetta þrenna, sko. Þetta nummer 1, það er hérna almenningurinn, sko. Já. Svo nummer 2, þangað fengu bara prestarnir að fara inn til þess að biðja og ráða ráðum sínum. Já. Svo var það þetta allra heilagasta. Og þar mátti enginn fara inn, sko, nema einu svona ári fór einn af farisíunum inn, sko, til að fá sannleikann frá Guði, sko. Já. Og það átti að hafa verið svo mikill máttur þarna að þeir settu snærispotta ökkulina á prestinum að því hann kom fyrir að þeir dóu þarna, sko. Og þá vildi ekki að dreigja það út, sko, að fara inn. Það vildi ekki að kipta þeim út, já. Og þetta er strúktúrinn sem við erum með í dag, sem er Alþingi og dómstólarnir og ríkisstjórnin og fossetin og þetta er svona musteri, sko. Og þegar að Jesú var krossfestur þá rofnaði þetta fortjald hérna. Þetta heitir fortjald, sko. Já. Og það rifnaði og þá sáu menn bara, heyrðu, það er bara prump í kassanum. Og það er eins og með kjörkassan, sko. Ég hef alltaf sagt að kjörkassin er fullur af prumpi, sko. Já. Og það fær náttúrulega verið það mjög víða upp á síðkastið. Alltaf, það er alltaf verið, sko, það telur engin atkvæðin einu sinni, það er bara kallað út úrslitin, sko. Og svo hérna fara alþingismennir sjálfir yfir ráðningu sína og segja, já, þetta var allt saman frábærlega gert og svo bara allt brent 70 seinna, sko. Er það virkilega? Já. Eru ráðningarsamningarnir brendir? Eða er það kjörseðlarnir sem eru brendir? Öll kjörgögn eru brend. Það er náttúrulega algjörlega með ólíkindum. Ég pröfa að skila skattaskýrslu svona með blýanti og það getur engin endurskoðað bókhaldið þitt, sko. Og svo þegar skattstjóri kemur, það segir bara, já, ég brendi þetta bara eins og kjörgögnin 70 seinna. Það er bara búið að renna þetta. Við erum ákveður skilda að geyma bókhaldsgögn í 7 ár. Já. Þannig ég hef sagt, sko, bara ef að kosningarnar myndu standast bókhaldslög sem eru sett á fyrirtæki sem veltir 300.000 ári. Já. Þá er það nokkuð transparent kerfi, sko. Já. Já, það er engin furða þó það hafi viljað stofna stjórnmálaflokk. Búin að því. Já, ég veit það, en þú færð ekki skráningu. Færð ekki skráningu út af því að þú vilt ráða hverju er í stjórninni, eða ekki eitthvað svoleiðis. Sjálfsögðu vil ég ráða því. Já. Það er náttúrulega bara sjálft, sko. Já. Hvaða stefnu er Víkingaflokkurinn með? Það er nú bara að ég hafa það gott. Nei. Það sama stefnu hjá Jón Gnarr. Það gera svona alls konar fyrir aumingja líka. Já. Hann stal þessu frá mér, hann Jón Gnarr, sko, því ég gekk 3 mánuði í Framsóknarflokkinn þegar þeir lofuðu að bæta allt og gera allt svo gott. Já. Eftir 3 mánuði sá ég bara að þetta er bara bull og vitleysa, sko. Ok. Og þá gerði ég, sko, X-Best, af því þeir voru með XB, sko. Já. Þá gerði ég svona X-Best, sko. Aha. Og nokkrum mánuðum, vikum eða mánuðum seinna kom hann með bestaflokkinn, sko. Já, sjálfsög. En það eru þessar samþykktir hérna sem að þeir hafna. Já. Og ég hef farið í gegnum, þetta er frá því 2018 síðan. Já. Og ríkisskattstjóri, hann hafnar skráning á þessu. Og það er að því að ég setið upp eins og víkingaskip og á þessu víkingaskipi er ég skipstjórinn, sko. Já. Það er alveg sem að hvað margir hásetar og kokkar greiða atkvæðum það að fara eitthvað allt annað heldur en á miðin, sko. Já. Og ég segi bara nei, við erum ekkert að fara þangað. Og það er ástæða fyrir þessu, sko. Já, segð mér hver hún er.
Já, þeir senda nefnilega inn operatora inn í svona flokka sem segir til að vikingaflokkurinn fær allt inn að fá rosa fylgi, sko. Já. Að þeir hafi hérna voruð uppskorpað með strókleður. Já, ok, já. Þá senda þeir bara 500 vitlýsinga í flokkinu og setja allt í vitlýsu, sko. Já, það mjög gjarnan sendir inn svona einhverjir ólátabelgir í flokka og hérna tæta þá upp. Já, og það sko, og með þessu ég búin að sanna það að þeir hafna þessu, sko. Þeir hafna akkurat því atriði, já. Já. Að þá í raun hér, það var hluta til ástæði fyrir að ég gerði þetta, að það núna full sannað að valdstjórnin sem hún kalla sig, sem deity, sko, það ekki til orðið valdstjórn í lögum, það bara í fyrirsögn í lögum, en þeir að dæma fólk í fangilsi fyrir brot gegn þessum guðið sínum, að hér sönnun að þetta prump í kassanum, sko. Já, það alveg greinlegt, já. Og hérna, ég veit mig líka neytendavald. Já, og það má ekki. Nei, það kom bara athugasemd frá skattstjóra, við samþykjum ekki samþykktir félagsins í öllu þessu félagafrelsi hérna, þá bara nei, það má ekki hafa þetta svona, sko. Og bentu ekki á lína sérstaka grein sem ekki mætti? Jú, stjórnskipulagið. Að hérna stendur, sko, bara stjórn félagsins skipuð af Axel P. Dragnesinni. Það bara þannig. Já. Og svo hérna einhverju sem gott að hafa einhverja með í bátnum svona, til þess að ausa eitthvað. Og þeir kjörnir til eins árs í senn, sko. Já. Heimilt að kjóra varamenn. Stjórnarformaður fer með málefni félagsins og svo setti ég neytunarvald líka. Held að það hafi verið. En ég bara stjórnarformaður, sko. Það bara þannig. Já, hérna. Stjórnarmaður hefur neytunarvald í öllum málum. Já. Það náttúrulega pínu einræðisflokkur. Já, ég skipstjórinn og ég ræð. Á þessum palli ræði ég. Á þessum palli ræður, já. Á þessu fína. Það mjög athyglisvert, sko, að það eru skipaðar alls kyns svona nefndir og ráð og eitthvað sem að hérna, þú veist, við getum sagt sóttvarnaráð eða vísindanefnd eða eitthvað þess að það. Og hérna, og þessar nefndir eru mjög oft skipaðar fólki sem algjörlega sammála. Já. Og það var verið að benda mér á að ég held að það hafi verið hérna Reagan sem að hafi hérna þegar hann var forseti Bandaríkjanna, þá hafi hann viljað bæta við það sem hann kallaði 10. manninum inn í svona nefndir og ráð og hans hlutverk var bara að vera á móti og koma með mótbárur við samþykki allra, skilur. Já. Nei, þetta voru Ísraelar sem gerði þetta eftir Jom Kippur stríðið. Ég var að rugla þessu saman. Því að þeir skildi ekki hvernig engar upplýsingar höfðu komið inn yfirvofandi hættu. Þeir voru næstu því búin að tapa þessu stríði. Og hérna, og þá fóru þeir að skoða hverju þyrfti að breyta. Og þá voru sett þessi regla hérna 10. mannin sem hans hlutverk bara andmæla. Og það náttúrulega verður oft sko einhver sterkur sem segir, já mér finnst þetta eigi að vera svona og þá fylgja hinir eftir jafnvel þó þeir væru á annari skoðun til þess að því við erum alltaf að passa að skera okkur ekki úr hópnum. Já, ég svolítið fallið á því prófur þar. Já. Það pínu. En það náttúrulega fleiri sem hafa gert það, en það sko... Já. Helgi Hós, við erum vinir. Já. Hann snillingur. Já, en þú veist þetta með hérna, að allir samþykki eitthvað ákveðið og það að jafnvel þó fólk sé á móti þá þorir það ekki að deila skoðun sinni og það partur af þessari hellamynd.
þú ert að það er alltaf verið að vernda sig og það er mjög sérstakt hérna á Íslandi að það eru einungis sko einn læknir sem hefur virkilega mótmælt því sem að gerast í samband við þessi sóttvarnamál og það er hann hérna Kalli Snæ, en svo eru einhver einn eða tveir aðeins að koma núna fram og segja eitthvað, en flestir fylgja sögunni þetta fram út af því að þeir eru allir í vinnu hjá ríkinu. 60% að vinna að Íslands er að vinna hjá ríkinu. Já, og þú eru enginn að segja neitt. Já, býtum við, það var hérna, ég tók 3 mánuði þátt í flokkstarfi framkvæmdaflokksins. Já. Og svo tók ég eftir því að það voru svona alls konar fundir og ráð og allt þetta, sko. Svo tók ég alltaf eftir því, sko, það var kannski víða í bænum eitthvað svona málefni, sko, og svo var greitt atkvæði, sko. Þá kom alltaf sami gaurinn og taldi. Okay. Þá var kannski fundur búin að vera í 1-2 tíma og svo var komið að svona kjósa eitthvað, þá var hann mættur, sko. Og ekkert var það bara, já, heyrðu, bíð eftir Jóa, hann er alveg að koma. Það var kannski bara 10 manns á fundinum, sko. Og fólki ekki treyst fyrir að telja atkvæðin sín á fundinum? Nei, hann taldi allt, sko. Og engin endurskoðun. Svo sett hann bara í vasan og fór, sko. Wow. Þannig að það komið svo óvart hvað þetta svindl nær langt og niður rótina, sko. Það nær náttúrulega alveg niður og langt niður fyrir yfirborð jarðvegsins, niður í hellinn. Já, hellurinn, það var nú eitt hérna vídeó hjá mér, það var hérna alifuglana. Já, ok. Og þá datt ég niður á þetta á Fossendarum að hann er alifugl, sko. Arðsvinnin hjá honum er alifuglarækt. En sko, við erum svolítið bara hérna, sko. Já, í búrinu. Já, við erum bara í svona alibúi, sko. Þetta er, og allt þetta sem að fjölmiðlar er að tala um og fólki er að tala um, það er bara svona þessi hæna vill vera hér eða hér. Það er bara að rífast hvar í þessu dótið þú ert, sko. Og ég notaði hérna lundan sem dæmi. Já. Reynda að útskýra þetta fyrir lundanum, sko. Já, með hólurnar. Nei, lundin er bara frjál, sko. Já. Hann er engum háður, sko. Nei. En þessir fuglar eru bara, hvert fór bóndinn? Hvernig gengur hann að bóndanum? Veistu, ef bóndinn kemur ekki, þá drefst allt þetta lið, sko. Já. Og sama er með, þannig að, sko, þú ert að tala við fólk sem er hérna, sko. Já. Og þú manst hérna bíómyndunar hans Þráinn Bertelssonar, manstu, Bóndalíf. Man ekki eftir þetta. Nei, þá slepptu þeir alifuglanum út, sko. Og þeir stóðu það bara svo fáið að vissi ekkert hvað átt að gera alifuglanir, sko. Kunni ekkert að fljúga eða neitt, sko. Nei. Og það er skólakerfið, sko. Skólakerfið þá kippaði flugfjörunum úr þeir, sko. Já. Og þá situr þau bara föst hérna, sko, ofan í hólunni, sko. Já. Það er, skólakerfinu hefur verið mjög brotið niður í töluvert marga áratugi og miklar skilyrðingar settar þar inn og það fer á undan í þessu, hvað ég segja, þessu New World Order dæmi á margan hátt, sko, því það náttúrulega sér að uppfræða börnin og foreldrarnir vita ekki í rauninni hvað fer þar fram. Nei, ég held að það sé svona bara aðstæðan, sko. Að sko, að þú situr fólk í fangelsi, sko. Bara með því að gera það og hafa það þar, þá hefur það ákveðin áhrif, sko. Já. Og skólinn er stöðu pyntingar, sko. Settur í stöðu sem þér ekki eðlilegt, sko. Börnin eru búin að vera heima hérna í allan vetur, sko. Og ég er búin að vera fundum hjá sósíalnefndinni hérna. Fyrst var hann 2-3 í mánuði. Já. Nú er orðið þetta einu sinni í mánuði. Var það að því að þau væri ekki að læra og það væri hætt á að þau myndu vera ómenntuð eða? Nei, við út af þessu COVID-rugli, sko, og það er hjúkrunarkona sem veður skólan, sko. Já.
og og ef hún sprautar bara ups, þá mistök, þá ber hún ekki ábyrgð sko, hún ábyrgðarlaus samkvæmt sænskum lögum. Og ég hef sagt að ég meti það að skólinn sé ótryggt að skólinn uppfylli ekki lágmarks öryggiskröfur sko. Einmitt. Og þess vegna getum við ekki sendt börnin í skólan sko. Og og þá mættu rektorarnir, það eru 2 sko, það eru mismunandi aldri. Já. Annar rektorinn hefur nú verið aggressívar en hinn sko. Og þá byrjaði hún að segja bara, já, það stendur í skólalögum sko, það skólaskylda. Og ég segi að við höfum aldrei neitað skólaskyldu, við erum bara að tala að þið hafið ekki uppfyllt öryggisatriði sko. Og svo á næsta fundi þá mætti ég með öll skólalögin útprentuð sko. Ok. Allt svona búið að glósa allt og fara yfir allt sko, lesa öll lögin. Já. Og þá segi ég að þú ert að tala þessa grein hérna í lögunum, ekki satt? Jú, og þar stendur skólaskylda sko. Og svo segi ég, en ertu búin að lesa hérna grein þetta og þetta sko? Það sem sagt talað distance learning eða fjarkennslu. Já. Það talað önnur form á kennslu og ég tók eftir þá, það sérstök lög Sami fólkið. Þau hafa aðra möguleika að uppfylla skylduna sko. Já, þau náttúrulega farið mjög illa með þau hér áður fyrir sko. Já, þekki það ekki nákvæmlega. Nei. En þannig ég benti á sko, þarna eru allavega 3 ákvæði aðra aðferðir við að uppfylla skólaskyldu sem við erum ekkert að neita sko. Já. Við erum bara að segja að það er óöruggt að senda börnin inn í þetta umhverfi. Það bara svona og nú að fara eitthvað. Og hafa börnin verið ánægð? Já, sérstaklega strákurinn. Og hvað ertu að gera? Ertu með heimakennslu eða hvað ertu að gera? Kona mín er alltaf kennari frá Eþíópíu þannig. Já. Hún stýri því að hún fyllir hörku. Já, þessi lært. Frábært. Já, og ég fer sko, við förum á mánudögum og skilum inn verkefnunum og tökum ný verkefni. Já. Og svo á 50 er 1 klukkutími með áherslu á sænskuna. Það þegar við tölum ensku hérna á heimilinu. Já. Þá þarf aðeins að herða skrúfurnar á sænskunni hjá þeim sko. Já. Og þetta er bara gengið svona og ekkert vesen. Svo er skólameistarinn að fara að búa til vandamál sko. Þannig að það ættir að bíta úr nálinni með þetta. Já. En er ekki verið að létta öllu sem heita skyldu sprautur og passar og allt það í Svíþjóð eða er það bara einhverja fréttir sem að maður er að heyra? Já, ég hef aldrei sett upp grímu til dæmis. Nei, frábært. Aldrei farið í test og aldrei komið nálægt þessu eitursprautum náttúrulega. Nei. Og sko Svíar eru svolítið, ég náttúrulega valdi þennan stað fyrir 10 árum eftir að hafa hlustað á Skálsson strategic relocation sko. Ok. Og við erum úti í Sveitaþorpi í miðjum skógi og við höfum lent reyndar í lækna ofsóknum sko. Og verið sko læknarnir hafa tilkynnt okkur til barnaverndarnefndar tannlæknirinn aftur sko. Fyrir hvað? Já, stóra málið, sko 1 mál lenti við kærðum til lögreglu sko. Fyrir brot á Núrenberg sáttmálanum. Já. Þá vorum við á fæðingadeildinni, það eignast yngsta barnið og reyndar hinn 3 á undan þá hafði verið óbúslega aggressív. Alls konar bóluefni og meðferðir og eitthvað þá og við höfum alltaf sagt nei sko. Svo í þegar síðasta barnið fæddist þá var hann mjög aggressív og vildi gefa henni blóð sko og vildi fara að gera alls konar aðgerðir og við sögðum bara absolutt nei sko. Var eitthvað við vissum sko þegar hún var ólétt, við höfum talað við lækni þetta áður sko að mælingarnar á blóðinu fara aðeins niður sko við þessar aðstæður. Já. Og
og við höfum talað þetta við lækni áður og farið yfir þetta í róli og svo við vildi gera það bara allt bara í fæðingarhríðunum sko. Og við höfum talað við lækni hérna þetta áður, kona, mjög almennileg kona. Og alveg þetta atriði í dítil og hún sagði að þetta í raun ekkert vandamál sko, eða þannig, það er bara að vita af þessu og svo gaf hún svona eitthvað sem hún getur tekið, járn og eitthvað svona dót. Já. Og en svo bara þegar að farið í fæðingu þá sé vitað af þessu og hann vildi bara fara blóðgjöf og eitthvað bara alls konar og við sögðum bara nei og hann var mjög aggressífur sko og svo endaði með því að við ætlum bara að fara og bara pakka saman sko og svo allar hjúkrurnar komna 3-4 alveg á bakinu á okkur sko og hún náttúrulega í fæðingu, hún í fæðingu sko. Já. Og svo allir voru það búið allt saman og ég var búin að ná að verja það svolítið vel sko. Þá allir við bara að fara heim, þá stendur hann bara í hurðinni. Segir bara nei. Wow. Það verður að gera þessar aðgerðir núna sko. Og við segjum bara nei, við erum að fara heim sko. Já, það bara barnið og móðurinn getur dáið á leiðinni heim. Ekki vera með svona vitleysu sko. Já, það ekkert smá. Nei. Það stór orð. Já. Og hann sagði þetta í margang sko og stóð fyrir hurðinni sko, þannig ég þurfti svona þess að ýta honum frá sko. Og þá kom nú upp í huga minn svona að skalla hann bara niður sko, en það geit svona, já. Já, ég svo gamall og þroskaður sko. Það ég gerði það nú ekki sko, en ég man eftir að hafa hugsað það, byrja á ég ekki bara skalla. Ekki. Já. Þannig að við komumst út sko. Svo bara daginn eftir, morgunin eftir, hringir barnaverndarnefnd sko. Og hún hringir bara svolítið svona stíf og segir heyrðu það bara var að koma inn frá sjúkrahúsinu bara barnið væri lífshættu sko. Og ég bara, nei, það átti ekki svona. Þessi læknir bara gjörsamlega sturlaður sko. Já, en mér ber skylda til þess að ganga úr skuggum það að barnið sé ekki lífshættu. Þannig get ég ekki bara komið núna til ykkar í dag. Ég sagði, nei, þú kemur ekki til inn á þetta heimili, ever sko. Og það sem ég verð að ganga úr skuggum þetta og ég segi bara já, ég skil það, þú hefur ákveðna skyldu, ef ekki bara koma með barnið á skrifstofuna til því núna og sýna þér að það ekki til lífshættu. Já, jú, ok. Og við bara mættum með barnið og tíkist og sýna þau væri bæði lifandi og svona ágæta heilsu með aðstæður. Já. Og svo fórum við bara aftur heim sko. Herru, þá hélt hún áfram sko, af því að hann lagði inn kvörtun út af öllum 5 börnunum sko. Læknirinn? Já. Hafði hann tekið á móti þeim öllum? Nei, hann hafði aldrei hitt neitt af einu börnunum sko. Vá. Og svo boðaði hann okkur á annan fund sko. Og ég bara, annan fund, þau eru lifandi, þú ert búin að ganga úr skuggan það, viltu koma og tjekka aftur, þú veist að þessu ennþá lifandi 3-4 dögum seinna. Nei, nú var bara að koma í meðferð sko. Og svo mættum við að fundi á henni og þá varum eitthvað svona plön fjölskyldum meðferð og viðtöl við öll 5 börnin og eitthvað bara æðislegt prógram sko. Og við sagðum bara nei. Og ég sagði, þið eru bara enforcers fyrir læknamafíuna sko. Þetta er bara eins og ég var að selja ykkur brunavarnir og seldi fyrir 5 milljónir eitthvað svona brunavarnasystem. Og þegar fólk sagði, nei, ég kaupi bara í búðinni svona reykskynjara. Og þá myndi ég alltaf kæra fólk til barnaverndarnefndar. Það var ekki umhugað öryggi barnanna sko. Já. Og ég bara tókum þetta svona sko. Og svo benti ég þeim á að hann var í raun að lækna á hjúkrunarliði væri að brjóta Nuremberg-kóðann sko. Voluntary informed consent sko. Já. Og hún hélt bara áfram sko. Og ég hætti svo bara að svara símanum með henni sko. Þannig það afgreiðir það svoleiðis. Já, og svo fór ég til lögreglunar sko. Já, til að kæra þetta. Já, ég kærði sem sagt lækna á hjúkrunarliðið fyrir brot á Nuremberg-kóðanum og ég kærði félagsþjónustuna fyrir enforcement sko, að þau voru meðsek í glæpnum sko. Já. Og svo skrifuðu þau í félagsstofnuninni við öll börnin 5 sinnum og skrifuðu undir það að ég væri sem sagt með skizofreni. Að ég væri
með skizofreni og þau höfðu komist að því á þessum eina fundi, þessum tveim fundum, þessum málinu var allt annað, sko. Og það nú hérna, ég gekk til sálfræðings á Íslandi lengi, mjög góður gaur, sko. Já. Og hérna, bara að komast yfir barnaskuna. Já, ég skil, já. Og hérna, ég ringdi hann bara, og það hérna bara komið fram skriflegt frá embættismönnum hér að ég sé með skizofreni. Og hann bara, segðu aftur, hvað sagðu, skizofreni? Það rosalega alvarlegur sjúkdómur sem að tekur hann svakalega langan tíma að greina, fyrsta lagi. Já. Og að meðhandla. Já. Og ég sendi einhvern veginn, ég fór sko, kæran fyrir aðgerðina var frá mér og konunni. Síðan fór ég aftur og kærði þau fyrir defamation, sko. Og þá setti ég inn símanúmer á sálfræðingnum með til frekar rannsókna, sko. Já. Og svo kom bréf frá lögreglunni móttaka á kærunni, en heyrðu, daginn áður kom bréf frá saksóknarum að þau ætla ekki að rannsaka málið. Að þeir ætla ekki? Já. Á daginn áður, sko. Já. Þannig að þetta Já, það er margir sem vilja stjórna líf okkar og ráða yfir því og taka alvarlegar ákvarðanir fyrir okkar hönd. Það fer ekki að milli mála. Já. Þannig að þú hefur beitt Víkinga sveitinni. Hvaða kort ertu með hann upp á skjánum? Ja, þetta er World Economic Forum. Með Strategic Intelligence, já, ég skoði þetta hjá þig. Og núna kemur það bara allt inn í ljós að íslenski ráðherrar eru hér á fundum og með embætti hjá þessari operation, sko. Já. Þannig að Hvaða ráðamenn ertu búin að sjá? Já, það var náttúrulega Katrín og Kó og Bjarni Ben. Sko, fjölskylda Bjarni Ben náttúrulega Rockefeller fjölskylda, sko. Já, eða Bilderberg. Já, Bilderberg Hvort þetta sem það sama, já. Bilderberg sko fundur. Já. Og eftir að við samsæringar böstuðum það, já. Þá fluttu þeir sig yfir í þetta hér sem Davos. Einmitt, já. Og þannig að það var alltaf sagt að þetta var ekki til, sko. Það var aldrei. Já. Og við vorum, samsæringarna vorum bara ruglar að vera að tala þetta, sko. Þetta var bara ekki til. Hann gerði mjög öfluga heimildamyndum þetta hann hjá Infowars, hvað heitir hann aftur? Alex Jones, já. Alex Jones, já. Og þar var meðal annars maður sem búin að vera í langan tíma, fylgdi þeim í langan tíma, fylgdist með öllum fundum og öðru þess aftar. Já. Þetta er náttúrulega stærstu leynifundir síns tíma, sko. Hvað heitir hann? Já, þú sér að síðasta fundur hjá þeim var 2019, sko. Já. Ég er að reyna að finna hjá mér hvað hann heitir. Já, gamli kallinn, meina hann? Nei, Daniel Estalón, hann var búin að vera, sko, sá sem hefur fylgst mest með þeim og rannsakað þá mest til að fylgjast með hvar þeir voru að funda og hann gat yfirleitt sagt fyrirfram hvað myndi gerast næst út af því að það hefði verið tekið ákvörðun þetta á Bilderberg-fundi eins og til dæmis 100% hækkun á olíu og bensíni og á einhverjum x tíma og annað þess. Það er náttúrulega, sko, olíu og bensín hækkar bara eftir því sem að þessir aðilar ákveða hækkanir. Og þannig þetta er toppurinn fyrir ofan öll stjórnvöld, sko, þú veist, þetta er Þetta er píramídin ofan á öllu öðru. En sko, Katrín Jakobs er í miklu veginn fengi fyrir hina sem hafa sótt stjórnmálaskóla í Davos eða hjá World Economic Forum eins og Justin Trudeau, eins og Macron í Frakklandi, eins og Jacinda í Nýja-Sjálandi.
og það náttúrulega bara verið að vinna samkvæmt þessum, hvað við segja, fyrirskipunum frá Davos hér á landi og fólk bara ekkert að fatta þetta því að við búið að vera svo lítil umræði með þetta hér á landi, hún bara eiginlega verið öll kæfð. Já, þeir náttúrulega eiga og fjármagna alla fjölmiðla landsins, sko. Já. En svo bara, sko, ég menna... RÚV náttúrulega, sko, fyrir neðan allar hellur vegna þess að það á að vera eini frjálsi, þá að birta báðar hliðar almála og stundar rannsóknarskyldu og annað þess að eru sko með eins eina og beina línu eins og hugsast getur, sko, hleypi engu að. Hvað hafið þið talað oft við mig aftur? Hefur við ekki bara náða oft samband við? Já, ég neita alltaf viðtölum. Já, en alltaf það út af því að svo klippaði þetta allt í tætlur þannig að það engin heil mynd í því sem að kemur út í lokin. Það nú erfitt að klippa mig í tætlur. Já, en ég bara segja, þú veist, það sem að gerist að það eru fólk kallað í viðtal og svo eins og gerðist með einhver þátt sem gerður var í fyrra, það sem átt að sýna skoðum þeirra sem voru ekki hlyttir þessum bólusetningum, að það var allt klippt til og menn voru eftir að reyna að skýra málsett út af því að það sem að skipti mestu var klippt út úr viðtölunum. Já, ég reyndar fengið mjög góða viðtalsþjálfun hjá harmagreddunum mínum, sko. Já, einmitt, já. Að það bara besti viðtalsskóli sem að hægt að fá, sko. Þeir tveir, alveg svona skriðtakla mann aftur og aftur, sko. Já. Þannig að, sko, ég held að sé erfitt að klippa mig úr samhengi, sko. Já. En allt hægt, sko, ef að viljinni fyrir hendi. Já. En þetta nýtt viðtal hérna. Samsæriskenningar, algengastar á jöðrunum, sko. Já, en það var ekki, hérna eru fréttamennir, svo kvöldu. Já. Skömmin þeirra. Við hvernig verður að tala þarna? Það einhver Hulda Þórisdóttir stjórnmálafræðingur. Já. Hlustum að sjá hana bara. Þeir sem aðhyllast samsæriskenningar á Íslandi skera sig nokkuð úr hvað varðar stjórnmálaskoðanir með við það sem raunin í öðrum löndum. Hulda Þórisdóttir stjórnmála... Það ekki satt. ...að sálfræðingur tók fjölþjóðlegri rannsókn á tengslum stjórnmálaskoðana og tilhneigingu til þess að trúa samsæriskenningum. Við ræddum við Huldu niðurst... Að trúa samsæriskenningum. Það verið að freyma þetta sem eitthvað svona trú. Stöðnar og samsæriskenningar. Já. Við byrjum bara aðeins að skilgreina samsæriskenningar. Það nú svo sem fleiri en ein leið til þess, en ein ágætisleið að lýsa samsæriskenningum sem ósannaðri kenningu að tveir eða fleiri aðilar sem að ráða, eitthvað svona yfirvöld, eru að plotta eitthvað á kostnað almennings. Já, einmitt. Þetta bara kenning, svo. Þetta bara Davos. Já. Og Bilderberg, þeir hættu 2019 reyndan. Þetta allt saman bara... Það hafði ekki að svara svona vitleysu, sko. Lokuðu vefsíðum sinni 2019? Það fundinir virðast hafa hætt 2019. Já. Já, hlustum á mér í. En samsæriskenningar þær spanna mjög vítt róf. Þær geta alveg verið frá því að telja eðlu fólk í raun stjórna öll í heiminum og yfir í eitthvað eins og Sú hugmynd kemur frá David Icke sem að við samsæringar teljum Pál Postula í Pál Postula klúbnum, sko. Gerir þið það? Já. Hann alltaf hefur liðið alveg svakalega fyrir þetta. Já, segir hver? Hver segir þér það? Þessar, bara útskúfun og starfi og allstaðar annars staðar frá, sko. Já, hann þarf náttúrulega að vera trúverðugur, sko. Kannski, ég veit það ekki. Ég meta ekki svoleiðis, en hann náttúrulega búin að vera að benda á mjög marga hluti í undanfarið. Sama með Pál Postula, sko. Pál Postula þurfti að fara í gegnum ákveðin feril til þess að hinir lærisveinir tækju við honum, sko. Ok. Sagan var, sko, hann var á leiðinni til Taurus var hann á leið til. Já.
og þá mætir Jesú honum og blindar hann sko. Já, Og svo var gaur sem hétt Anus, hann Guð talaði við hann að fara og sækja Pál og hugsa hann sko. Og og Anus var mjög hræddur að þetta var gaurinn sem var bara í því að drepa henni kristnu sko. Hann lét sig hafa það sko. Þannig að það fylgdi saga með Páli sko. já, Og þú þarft að trúa þessari sögu sko. já, mér finnst eitt sem er svolítið merkilegt sko, að í biblíunni þá er sko mjög algengt að fólk sé að tala við Guð og Guð sé að tala við fólk, en svo ef einhver segir í dag, já Guð, þú veist, ég var að tala við Guð og ég bara, þetta var það sem kom út úr því samtali, þá það getur ekki verið, það bara talar enginn við Guð, þú veist, Já, það er svona strikað yfir þann möguleika. Já, betur, hvað er að tala við Guð? Hvernig myndur skýrgreina það? Ég segi nú bara, þú veist, kannski frekar að maður sé að tala við sitt aðra sjálf eða eitthvað þess aftar, sko. Já, í raun er þetta skýrgreint miklu betur í hugleiðslunni, sko. Já. Og af því að sko allir hafa sína hugmyndaði hvað er að tala við Guð, sko. Já. Og og reyndar er í biblíunni ákveðin aðferðafræði, sko, hvernig þú tekur við svona skilabóðum, sko. Já. Og það er svona checklisti í biblíunni meira sér. Já, ok. Á hvað blaðsíðu, hvað? Nei, ég man ekki nákvæmlega. Nei. Ekki lesið þetta nýlega, sko. En það þetta er orðað eitthvað svona að kanna hverja hugsun til hlýðni, Já. Það verið að tala það, og þetta er hluti af guðfræðinni sem ég hef nú lært, að svona nútíma pælarar í þessu segja sko að ef það kemur eitthvað svona hugsun og þú telur það frá Guði, þetta er eiginlega bara hugsun sko. Já. Að þá reynir svona að finna 2 til 3 staði í biblíunni sem að bakka það upp sko. Til dæmis eru flestir á því að þú getur ekki bara fundið eitthvað eitt sko. Þarft að hafa svona eitthvað 2, 3 og þá, já, ok, þetta kannski meikar senn sko. Þannig að og náttúrulega andstæðingar trúarinnar eða þessara aðferðafræði hafa tekið þetta atrið og alveg farið með það upp í rjáfur og allir sjá bara það sko, tala við Guð sko, það er eitthvað skítsofreni. En það er allir sem hafa sína skoðun á hvernig það gerist sko. Já, ég þegar ég bjó á Snæfellsnesi þá fannst mér gjarnan mjög gott að við þurftum að fara í Ólafsvík, að þá fór ég fyrir framanundir sem kallað var fyrir Jökul og þar var ekkert símasamband, svo mér fannst það mjög góð tími til að tala við Guð og ég fekk oft mjög góðar hugmyndir og svör sko. Já. Þannig að þú veist það bara, hver á sína aðferð í sambandi við það og svo þarf maður náttúrulega alltaf að skoða hérna í hjarta sitt hvað er réttast. Já, það er eitt sem að ég tek eftir sem að eiginlega sterkasta sem Jesús sagði, það er ég er. Punktur sko. Já. Og þetta kemur líka fyrir hvaða trúarbrögð, búddismi eða einhver austrænur sem er sko þegar þú ert komin á þann stað að þér langar ekki neitt. Þú ert búin að losa þig allar langanir og þarfir sko. Þá ertu komin í nirvana sko. Já. Og það er leiðin upp úr hólinu og upp á grasið sko. Að grasið er nirvana sko. Og sama er ef þú reynir að lesa hvað Jesú var raun að segja innan allt disinfói frá Páli og Kó. Já, ok. Þá var hann að segja þetta sko, ég er. Já, en það er sko, ég hef verið að nota tölvöld mikið möntru sem er ég er, í rauninni sko, sem er ég er ljósið, ég er kærleikurinn, ég er sannleikurinn, ég er. Og það er mjög merkilegt að þegar maður endurtekur hana aftur og aftur og aftur þá breytist alveg tíðnin í líkamanum og í kringum hann sko. Já, hugsanlega. En sannleikurinn er hóks, þú veist það.
Sannleikur hóks, já, í rauninni hvaða sannleikur hóks og hvað þá sannleikurinn? Já, þú sér að þeir sem fara fyrir í dómsal, Já, kallar í Bandaríkjunum, þá sverja þeir á biblíunni eða eitthvað sem þeim heilagt og allir sverja það, sko, að segja ég mun segja sannleikan, allan sannleikan og ekki nema sannleikan, sko. Og síðan koma jafnmargar sögur og vitnin eru mörg, sko. já, Og þar með júridikinn búin að samþykja það að það engin eitt sannleikur, sko. Sannleikur eru mismunandi lýsingar á eitthvað skonar raunveruleika. já, Og margir rugla saman, sko, raunveruleika og sannleika. Og það þetta sem að við kallum trúafanik, sko. Sumir trúa á DNA, sko. En ég heldur fram að það ekki hluta raunveruleikanum, sko. nei. Sumir trúa á vírusa, sko. Já, það mjög mikið af trú til, en ég held, sko, við erum alla að upplifa heiminn hvert og eitt okkar á sinn máta. Það sem segir, það eru ótal heimar til, af því að hver og einn það ræðist af viðbrögðum og upplifun hvers og eins hvernig hann upplifir umhverfið sitt og heim. Og maður minn heitinn, hann var gjarnan vanur að segja, sko, þú veist, við getum staðið hlið við hlið, einhverjum tveir og út í náttúrunni og annar segir, vá, sér hvað þetta æðislega fallegt, þessi heimur og þessi fjöll og allt þetta, sko, og hinn segir, ég sé nú ekkert nema móa, skilur. Þannig það þessi, við erum öll að upplifa hlutina á mismunandi máta og ég held að það sé þessi upplifun okkar sem að ræður svo miklu í rauninni hvert við förum og hvað við gerum og hvort við komast upp úr holunni eða ekki, skilur. Já, en það annað sem að Jesús sagði sem að alveg sérstaklega núna þegar að við erum með, sko, við erum með náttúrulega bara alveg svakalega atburði fyrir framan okkur núna sem eru bara barnamorð á skala, sko. Já, já. Og og það alveg ljóst að eitthvað af þessu fólki það sem ég kalla hangikjöt. Já, já. TM, trademark, já. Í þessu samhengi og og ég sá þetta fyrir nokkuð mörgum árum, sko, og þess vegna byrjaði ég Frelsi TV. Það var til þess að því að, sko, það sumt sem þú þarft að segja áður en atburðirnir gerast. Já. Það boða áður. Og ég horfi meira eftir, sko, að það sem að Jesús á krossinu, Faðir fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og alltaf eftir svona atburð þá eykst trúin rosalega mikið, sko. Og eitthvað sem ég var að tala við í gær var alveg svona blasta Kára, sko. Og allt ómulegt við hann og ég sagði, heyrðu, þú að passa að fara ekki á langt, sko, þá neyðist ég til að biðja verið honum, sko. Já. Bara höldum þessu aðeins innan línu en ég þurfi ekki að fara að biðja fyrir honum, sko. Já, já. Skilur. Já. Að og þetta sko Faðir fyrirgefðu því þeir veit ekki hvað þeir gjöra, sko. Og þá ertu komin inn í þetta með, sko, þetta að trúin fullvissa það sem ekki auðið að sjá. Að þegar að Jesús segir að þeir veit ekki hvað þeir gjöra, þeir eru fastir í einhverju svona sannleika. Sínu sannfæringakerfi. Já. Sínu sannfæringakerfi, já. Og vilja ekki sjá neitt annað. Já, sem leiðir fólk í alveg hræðilega gjörðir, sko. Já. Og Stefán sagði það sama þegar voru að grýta hann, sagði Faðir fyrirgefðu, þeir veit ekki hvað þeir gjöra. Já. Já. Ertu prestlærður? Eða guðfræðingur? Hvað guðfræðingur? Ég veit ekki. Fórst í gegnum guðfræðinám? Ég skal breyta spurningunni. Það var einhver sem að sendi mér komment. Já, ég að vitna í þig. Ertu doktor í alvörunni? Já, ég doktor. Já. Já, úr hvaða skóla? Nei, ég bara bjó til hennar doktor sjálfur, sko. Já, ég var bara hennar platdoktor. Nei. Það sko 10 ára rannsóknir að baka þessar doktorskráðu mínar. Já. Og og ég með 2, sko. Önnur
University og Frelsi TV. Já, ok. Ég fekk nú konuna mína til að skrifa upp það, ég vissi eitthvað þetta. Já. Og þetta hérna Doctor of Social Engineering. Já. Svo ég með aðra gráðu sem heitir úr sama háskóla. Já. Doctor of Conspiracy, sko. Aha, já. Ég skoraði að finna einhvern á Íslandi sem fróðar þessi mál en ég. Ég ætla ekki einu sinni að leita, ég veit að þú ert mjög fróður þessi mál og hefur kafað mjög djúpt í þau og það mjög áhugavert. Það en eins og ég segi, sko, það hérna, ég held að með flesta að hérna, ég held að sé svona í mannkyninu, það gerir ekkert í málunum fyrir en allt komið í katastrófu. Það virðist vera, sko, það hérna, mér alltaf svo minnistætt það að hérna, með síldina sem hvarf hérna hjá okkur. Og ég man eftir því að... Eða var látin hverfa. Eða var látin hverfa, hvað sem það var, sko. En allavega, ég man svo vel eftir því að við vorum með eitt sem ég og maður minn heitum, við hittum hérna einn af þessum allra þekktustu aflaskipstjórum af síldavertíðunum og hann sagði, það vissu allir að síldin var að hverfa, en það ætluðu allir að ná í síðasta kastið. Já. Og þú veist, og þetta svona pínlítið eins og þorskurinn í nýfundna land og ýmislegt fleira. Við hættum ekki fyrir en allt uppur. Þetta græðgi, þetta einhver grunnfundur í eðli mannsins. Og síðan það náttúrulega líka að við trúum ekki. Þú segir einhverjum, veistu það að maður minn dáinn og fyrsta sem fólk segir við þig það, ég trúi þess ekki. Já. Þú ert að segja þig einhverja staðrind og það segir, ég trúi þess ekki, getur ekki verið. Og skalla þig fyrir að segja þeim frá þig, að segja þér þessar hræðilegu fréttir, sko. Liggu við, skilur, liggu við, þú veist, en fyrstu viðbrögð. Þetta heitir disassociation. Já, og við erum með samskonar disassociation í sambandi við það sem að gerast í heiminum í dag, af því að fyrstu viðbrögð okkar ég trúi því ekki og mjög margir eru ekki tilbúinir til þess að kanna og kafa dýpra í það til þess að vita hvort það geti virkilega verið rétt. Það bara eins og að vera í partí á Titanic, sko. Ég meina, það ekki náttúrulega til að stoppa partíum, það bara djammar og hefur gaman og svo þegar vatnið fara að koma upp í ökla, það hvað björgunarbáturinn eftir? Já, það pínlítið svolítið og ég hef verið að sko horfa í kringum mig í þessu ástandi og hugsa með mér, já, það svona Titanic ástand í gangi í samfélaginu og það náttúrulega mjög athyglisvert að þeir sem eiga mesta peninga og þeir sem standa á bakvið það sem að gerast, stórfyrirtækin eins og Amazon og þeirra eignarhaldsfélag og Apple og Google og allir þessir, það eru þeir sem hafa grætt mest á þessu ástandi undanfarið á sama hátt og stórfyrirtækin hér á Íslandi sem voru fljóta að setja upp vefverslanir, sem voru fljóta að bjóða heimsendingar og allt þetta, þau hafa hagnast mest, þannig þau hafa stækkað á meðan að litlu fyrirtækin hafa lognast út af og þetta ekki, að þetta engan hátt sjálfbært og engan hátt samfélagsvænt og þetta sem að hluti af planinu hjá World Economic Forum fyrir New World Order eða endurræsingunum miklu að allir sitji heima við tölvuna og talist við eins og þú og ég erum að talast við núna, ekki förum ekki og hittumst á kaffihúsi, reynda pínu erfitt þar sem við erum sitt í hverju landinu, en það planið, pluss að þú sitji við tölvuna og þú pantir í gegnum tölvuna og að þú fáir sent heim, svo þú farir ekki út, svo þú lokir þig inni, svo þú andir ekki að þið fersku súrefni, svo þú spjallir ekki við neitt, svo þú hittir ekki einhvern á förnum vegi og segir, hei, hvað að gerast, eigum að spjalla eins og þetta eða hitt eða fá okkur kaffibolla saman eða eitthvað. Akkúrat þetta að takast með þessu. Og mér fannst svo áhugavert að ég var að leika við litla stelpu í kringu jólin, jólagjafirnar og allt þetta. Og það kom sko, ég ætla að panta matinn. Það var tölva í leiknum. Já, ég ætla að panta. Þú veist,
börnin eru orðin vön því að þú ferð ekki út í búð, þú pantar. Það er yngsta kynslóðin. Hún vex bara upp í þetta. Og það hefur verið ofsalega auðvelt að venja okkur á þetta og venja okkur á að síminn er allt hjá okkur. Þú veist, þú borgar með hann, þú hugsar með hann, þú talar við fólk með hann, þú hættir að tala við fólk, þú sendir bara skilaboð. En ef þú ættir Guðrún 1 trilljón íslenskra króna, myndirðu telja að vera rík? Ég veit ekki hvort, ég byrja strax, ef mér stendur til boða eitthvað fjármagn, þá byrja ég strax að spá hvernig ég myndi útluta því til annarra. Já, ok. Þú veist, þannig að það er bara fyrst og fremst það sem ég hugsa þegar eitthvað. Ég hef aldrei vanið mig á að safna neitt opbóðslega miklum peningum, af því að ég hef yfirleitt alltaf sett mína peninga í eitthvað sem ég hef verið að framkvæma og gera til þess að þeir haldi áfram að búa til eitthvað nýtt. Það hefur eiginlega verið svona mottóið í lífi mínu, svo ég hef ekki verið að En ef ég gæfi þér 1 trilljón krónur, getur þú hjálpað rosalega mörgum með það? Ég hugsi ég geti gert það, já. Ég fór í svona prógram fyrir rúma ári síðan sem var á netinu, þar sem að þú fékkst, byrjaði með $10 og svo tvöfaldast alltaf upphæðin og þú þurftir að skipuleggja á hvað hátt þú ætlaðir að nota peningana og eyða þeim á einu sólarhring. En núna varstu heppin að koma í viðtal á Frelsi TV. Já. Að ég ætla að gefa þér 1 trilljón krónur. Ok. Núna bara átt þú þessar 1 trilljón krónur. Já. Og þetta er rafmynt. Þannig ég sendi það bara til þín sem nú er að koma á reikningið þín sem Frábært. Þetta er efnahagskerfi heimsins, Já. Og allir þessi milljónamæringar sem þú varst að tala þeir tóku við svona pappír frá einhverjum, Já, ég ger mér alveg grein fyrir því. En byrju, ég hins vegar hugsaði mér. Nú er ég búin að gefa þér 1 trilljón. Já. Hvað ætlar að gera með það? Það er mjög margir hlutir sem ég myndi gera með það. Nei, þú ert með trilljón, Ég er með trilljón, já, það sem ég segi. Já. Og hvað ætlar að gera núna með það? Já, viltu að ég geri lista? Nei, bara svona einhverja grófar hugmynd, ég sé 200 milljónir í fátaka eða hvað kallaði gnarina í alls konar aumingja. Já, það er fullt af fólki sem ég myndi vilja styðja. Ég myndi kannski ekki endilega vilja styðja beint með því að hendi það pening, heldur finnst og fremst að hjálpa því að sjá hvernig það ætti þá að nýta peningin, ekki bara segja, hey, hérna er peningur og þú ert að gera eitthvað. Þú veist, heldur hvað myndir þú vilja gera og á hvað hátt geti hjálpað til svona árangri í því með því að styðja því fjárhagslega. Mér finnst það vera svolítið að það væri eitthvað svona markmið. Ég myndi væntanlega hafa áhuga á að kaupa jörð út á landi til þess að koma svolítið nær náttúrunni. Það er mikromil af upphæðinni, Ég veit það, ég ger mér alveg grein fyrir því, það er það. Ég myndi við mér hús, ég myndi vilja borga upp skuldir sem ég með, ég myndi, þú veist, ég er með ákveðna hugmyndi til þess að hjálpa sonum mínum, þannig að þá er ég komið með X og maður byrjar á þessum pakka og síðan fer maður út fyrir hann til þess að sjá hvað maður myndi geta gert. Ég held að á einhvern nátt þyrfti að búi til nýtt stjórnmálafl hér á landi til þess að geta breytt strúktúrnum, það kostar yfirleitt peninga. En þú getur farið í bankan á mánudaginn. Já, með trilljónina mína. Já. Þú getur bara sagt við bankaðinn, heyrðu, ég ætla bara að borga upp alla skuldina mínar og allra fjölskyldina mínar. Já. Mér barst gjöf í gær upp á 1 trilljón krónur, Já. Þá spyr ég þig, er það eitthvað vandamál? Hvað er vandamál við að gera? Já, hvort sem segjum bankan, er það vandamál fyrir bankan? Bankin tekur ekki á móti pappirinn frá einhverjum ákveðnum. Já, og hverjum tekur hann pappir frá?
Það sko, við náttúrulega sem íbúar landsins erum búin að skrifa upp á alls konar pappíra sem að eru í rauninni bara pappírsins virði og rétt rúmlega það. Þeir selja það svo áfram. Þannig þetta bara búið til svona áframhaldandi pappírstæmi. Alveg eins og með allir þessi hlutabréf sem að menn að kaupa. Ég man alltaf eftir fyrir nokkrum árum síðan að þegar að útrásavíkingarnir voru upp á sitt besta sko, að ein jólin að þá skiptust Íslendingar almennt á jólagjöfum eins og bókum og einhverju svoleiðis. En tveir menn skiptust á hlutabréfum og virðið þeirra hækkað upp úr öllu valdi beggja á þriðja jólum. Jafn mikið platt og 1 trilljón, skilur. En sjáðu, ef þú farir í bankann á mánudaginn, er trilljónin sem Axel gaf mér í gær, eða á laugardaginn, og bankin segir bara nei, Guðrún, þetta nú bara eitthvað vitleysa, sko. Og ef ég myndi, og þá kemur til mín, segir, þetta handónið pappír frá þér, Axel, það vill enginn taka við þessu. Og ég segi, Guðrún mín, bara róleg, ég redda þessu. Svo hringi ég í bankan, sko, og segi, já, það er svona lítil kjarnorku raketta sem að mun, ef þið taki ekki við þessari greiðslu, þá mun hún lenda á öllum útibúum ykkar innan 15 mínúna. Og ég efast að þið náðu að tæma öll útbúin á 15 mínútum, sko. Hvað heldur að banki myndi segja við þið núna? Hann myndi láta mig hafa pening, eða leyfa mér að taka út af þetta. Já. Þetta er kerfið sem við búum í, onni í músahólunni, sko. Algjörlega. Þess vegna, sko, þegar menn að tala allar þessar eins og menn voru að spyrja mig, já, hvað með Bill Gates og allar þessa milljónamæringa, sko, og hann Bezos og hvað finnst þér allar þessa góra? Þetta er ríkustu menn heims. Já, onni í hólunni, sko. Nákvæmlega settir, sko. Já. En minn þýsis að sá sem að á peningaprentviluna sé ríkari, sko. Já. Nú búið að taka Federal Reserve af Rockefeller liðinu. Ja, þeir áttu þetta náttúrulega frá upphafi, sko. 1913 stofnuður þessa samsteypu sem núna, sko. Já, en þeir geta ekki lengur prentað eins og þeir hafa verið að gera. Svo rafirinn að skella á. Já, byttu, frá því í desember á 46 dögum þá hækkuðu skuldir Bandaríkjamanna $1 trilljón. Já. Á 46 dögum held ég að hafa verið. En þessna það að ríki heims meira minna gjaldþrota. Já, hvað er gjaldþrota? Hvað er það? Já, þú ert með svo mikið að skuldum að þú stendur ekki undir að geta bara greitt þær. Já, en mun einhver geta staðið undir í að innheimta þær? Hugsanlega ekki, sko. En það er hægt að pína þig með hótuninni eins og með kjarnorku dæmið. Já, þessna réður ekkert við kristnu eftir að fortjaldi fell og allir sáu prumpið í skókassanum. Já. Þá hljóp víkingur í alla, þú veist að víkingarnir litu það sem einstakan heiður að deyja í orustu, sko, og sóttust eftir því, sko. Já. Og það sem gerðist með kristnu eftir að heilagur andi flæddi yfir, þá var ekki þetta hóta þeim lengur með lífláti, sko. Þeir bara segja á ekki að vera kasta fyrir ljónin í dag. Move on, ég þarf að komast til himna, sko, hætti þessu. Ekki vera hálsæðilega. Já, en það sko, dauðinn ekki svona eins, hann í raunum bara umfærsla, eða þú veist, umbreyting sálarinn og það ekki svona, það alltaf við sem eftir erum sem að lítum á það sem eitthvað skelfilegt, ekki þeir sem að fara. Já, kannski, við vitum það ekki. Nei, ég bara, já, ég bara hef reynslu besta í gegnum andlát mannsins míns, hann var mjög glaður að vera laus úr líkamannum sem íþyngd honum orðið. Já. Og það þegar það gerist að þá fólk í rauninni tilbúið til að skipta tilverustig. Já. Og þetta spurningin að lifa lifandi, sko. Já. Og ef þú lifir í skugga óttans þá áttu raun ekkert líf, sko. Nei, og óttinn hann stjórnar alveg ofboðslega miklu í dag og gerir það verkum að fólk þorir ekki einu en einu. Þegar ég þori ekki út af því þá get ég
geti smitast, ég þori ekki út af þessu, þori ekki að gera þetta út af hinni, mér langar nú opbáslega mikið til að gera þetta en ég þori ekki út af þessu hinn og þetta viðkvæði hjá fólki í dag og það náttúrulega alveg skelfilegt sko. Og svo á það svo ömurlegt líf sko að það situr bara heima og enda með að skjóta sig í hausinn sko. Það liggur við, það allavega horfir ekki á hós, það er frelsið TV. En ég held að það sem þegar fólk fer að vakna núna til vitundar að þá það orka eins og kærleikurinn og gleðin og sérstaklega kærleikurinn sem á eftir að hafa mikla valda mikilli breytingu. Kærleikur og ljósir í rauninni sama orkan og ef okkur tekst að lifa í henni þá verður breytingin mikil út frá því, ég held það. Og mér finnst við vera að sjá það í Kanada og í þeirri samstöðu sem hefur verið sýnd víða lönd eftir að þeir fóru af stað og líka í rauninni samkenndinni og öllu þeir sem ekki að mæta á staðinn, þeir að styðja átakið með fjárframlögum og öðru þess áttar. Svo ég í bjartsýnisliðinu með kærleikanum og það getur meira verið að Páll Póstuli hafi sagt ýmislegt en hann sagði mjög fallega hluti kærleikan. Jú, hann kunni að smjadra sig inn á grúpuna sko. En ég trúi að kærleikurinn sé sterkast aflið af því að þegar þú beitir þeirri orku þá breytist allt í kringu þig. Það annað sem að, ég held ég ekki rætt í neinum detail, það fyllast af heilugum anda. Hefur þú gengið í gegnum það sjálf við það? Sérst formlega í kristninni? Nei, ég get ekki sagt það, sko. Ég hef gengið í gegnum það og ég tala í tungum, sko. Já. Og það alveg ótrúlega sterkt andlegt fyrirbæri og það sem gerist mest að þú losnar algjörlega við óttan við dauðan. Sko 2018, 17-18 þá upplifði ég, þá voru þeir að drepa Karin Mullin og voru svona hreinsa til sko. Já. Þá kom ótti til mín sko. Við erum kannski fyrir árásum hér og ég talaði við konuna mína sko. Og sagði, þetta ástandið sko. Veistu, ef ég held áfram, þá getum við lent í árásum sko. Já. Það bara hreinlega verið þurrkuð út sko. Já. Og ég sagði, ég ætla ekki að fara þennan veg nema þú sért 100% með sko. Og hún bara, já ég meina þá bara höldum við áfram fjölskyldulífinu á himnum, það bara breytir engu. Já, dásalegt. Já, og ef hún hefði verið hrædd líka, þá hefði ég ekki getað gert þetta sem ég er búin að vera að gera. Nei. Það er ábúrslega miklu að hafa svona góðan stuðning. Já, sko, já, það er ótrúlega mikilvægt. Já, rosalega. En sko, ég held að þetta sem að, sko, heilagur andi alveg ótrúlegt fyrirbæri og það var það sem gerðist eftir krossfestingur að það útheldist heilagur andi sko. Og keisararnir Rómverjarnir voru bara daginn langa að drepa fólk sko, kasta þeim fyrir ljón og brenna þau og bara allt sem þeim datt í hug, þau kölluðu þetta sko kerti, kölluðu fólk kerti sko. Ég skil, já. Og það það sem að gera sko, ég á því þessi Kanada sé bara enn ein Páls postulahátíðin sko. Kannski, ég vil ekki, það getur meira verið, en það sem verið að sýna, það sem við erum að sjá frá fólki, það númer 1, mjög mikil staðfesta í hinum almenna borgara. Sterkur vilji til þess að vilja fá þetta frelsi og endurheimta það og rosa mikil samstaða. Og það sem að mér finnst mjög, það þessi samhjálp. Það það Amish fólkið sem að býr í Pennsylvania og að reyndar í Illinois líka minni mig, eða það í Indiana, þeir búa einhverjum, minnst Pennsylvania allavega pottþétt. Pennsylvania pottþétt og einhvers það þarna nálægt vötnunum miklu líka. Og man ekki hvort að Wisconsin eða
allavega skiptir ekki máli, en í Kanada svona hópur og þegar að það vantaði, sko, ríkisstjórnin lét loka bensínstöðvum á leiðinni þar sem trukkarnir voru að fara hjá, þá keypti þetta, þá tók þetta fólk sig til og keypti heilu tankbílana og seldi bensíni fyrir hálfvirði. Og það er þetta afl okkar sem einstaklinga sem vilja vinna saman og styðja hvert annað, sem býr til alveg svona skjaldborg utanum frelsis hugsunina. Ég farið einmitt til Amish-fólksins í Pennsylvania og þar keyrðu menn á svona hestvögnum, en svo tóku þau barnabílstólinn með barninu út úr hestvagninum, skilur, þannig að það svona það eru sumir þættir sem eru nýir hjá þeim og aðrir sem eru gamlir, en þeir hafa ekki látið heila þvo sig vegna þess að þeir horfa ekki á sjónvarp. Já, ég var að spá í einhvern veginn að senda þeim bréf og opna Amish-ríki í Svíþjóð. Já. Og fá að hafa Amish plus internet, ég veit ekki hvort þið fallist á það, Já, ok. Mér svo gaman að internetinu, Já. Þú veist, ef að internetið væri ekki í dag, þá væri engin andspyrna gagnvart því sem að gerast í heiminum. Það er út af því að við getum talað við hvort annað og getum deilt efni með hvort öðru, getum deilt hugmyndum, getum deilt fræðslu og öllu mögulegu, sem að það andspyrna, annars væri hún ekki. Ég myndi segja þér að mótmælin í Kanada varu fjármögnuð af George Soros. Hvað myndi þið finnast það? Ef að það getur meira verið að það sé rétt, Ég veit ekkert það, Ég bara snúa þess hugmyndinni, Já. Þú varst að lýsa það mjög fallegri mynd, Þetta var mjög fallegri mynd, Þannig ég hendi svona smá skiptilikli í tannhjólinn, Já. Hvað ef það kæmi svo í ljós að George Soros fjármagnar þetta allt, borgar allt bensín? Open Society kemur gjarnan inn og þykist vera að styðja. Þeir senda yfirleitt flugumenn inn. Alltaf. Þannig þeir geta hafa borgað fyrir mótmælin sem urðu í Ottawa. Þeir fjármagna Black Lives Matter og ýmislegt fleira. Þannig að sá sjóður mjög virkur í samfélaginu í dag. Bankakerfið reyndi að loka á útgreiðslur á styrkjum til þessara trukkabílstjóra. Það sem að gerðist fyrir ekkert svo löngu síðan, ég held að hafi verið í Bandaríkjunum frekar heldur en í Kanada, allavega stórfyrirtækin sem áttu alla trukkana, tóku ákvörðun að reka ekki lengur trukkana sjálfa, heldur selja bílstjórunum trukkana, svo þeir væru sjálfstæðir atvinnurekendur á skítalaunum, sem verktakar, það að bjóða í verkið. Það gerir það að verkum að það eru einstaklingarnir sem hafa núna yfirráð yfir þessum trukkum. Ef það ætlar að reyna að gera eitthvað svona hérna á Íslandi, þá eiga flutningafyrirtækin almennt bílana. Eða einhverjar steypustöðvar, eða þú veist, það ekki svo mikið af þessum stóru trukkum sem eru í eigu einstaklinga. En ég komi með svona næmt eyra. Davíð Oddsson sagði reyndar að maður mætti ekki hlusta mikið á grassrútuna, fengi maður orm í eyra, Ok, ég vona að ég kom með orm. Já, maður veit aldrei. Það var bara að taka ívermektin, En málið alltaf þegar ég heyri svona nýjastu Pál Postula partíin, Já. Þá fer ég að hlusta á hvað þeir að segja, Já. Og eina sem þeir eru að tala hérna megin við vegginn, Þeir ekki einu sinni að tala þetta lið hérna, Nei. Og hvað þá upp á stallinu hér? Eða, þú veist, breytir einhverju hvað í gangi hérna, Veist, þeir eru,
mín kenning mótmæli að það sé uppfinning elitunar til þess að allir vilsingarnir raði sér upp og setja skjóta á mjög, svona bara við erum búin að raða sér upp. Það er að gera það. Ég sé þetta eins öðru sig heldur en þú. Vegna þess að ég tel að þeir sé að fella þennan sem að stendur þarna upp á pallinu og þá opnast leiðin út fyrir það. Já, en þessi hópur er svo skaðaður hugmyndarlega að þeir vilja vera hér, Hugsanlega, og það geta líka verið einhverju þarna. Þú heyrir nefnilega á fólki, hver ætlar það að koma með matinn á morgun, hvað meinar það? Fara bara eitthvað fara út, og hvað þá? Þú ert að tala við þessar hænur hérna, Já. Og Ég er náttúrulega ekki að tala við þær, en þú lítur á að það fólk sem sé að mótmæla það sé hænurnar. Já, og allar lausninar eru hænurnar, ég vil miklu frekar vera þessi gaur hérna, Já. Sem bara, þetta óbúslega einfalt líf. Já, hann allavega, hann kann að veiða svo framalega sem það einhver sandsíl í sjónum sem hann getur veitt. Já, hann bara veiðir á eitthvað annað. Já, ég veit orma, hann veiður orma, frún orma. Já, það er örugglega ýmislegt sem þau borða annað heldur en bara svona síli, en ég að segja, það þarf líka að vera eitthvað í sjónum, En erum við ekki búin að spjalla svakalega lengi? Við erum að setja nýtt met, Ég tala svo mikið núna, ég alveg búin að strauja yfir þig, fá gestinn, og svo tala ég bara svaka mikið. En það bara svo gaman að fá punta frá þér, því að, Það er bara fínt, því þetta eru umræður, þetta ekki, eða samræður, við erum að skiptast á skoðunum. Þetta heiti þáttunni spjall, Já. Það er líka rosa gott fyrir mig að fá input, og jarðtengingar, væntanlega. Já, hugsanlega. Kærleistengingu allavega. Já, en skynjar þú þetta líka að allt sem verið að tala allt inn í hellinum, Ef að mála rauðan eða bláan, það næstu enginn sem að sér yfir vegginn, Ég held að við séum svolítið föstar inni, sem heild. Já. Sem heild, en það eru mjög margir sem eru byrjaðir að klifra upp og vilja komast fram hjá elítunni og út. Hversu margir það eru, það get ég ekki sagt þér nákvæmlega. Það er eins og ég segi, Russell Brand, hann vildi segja að veri 4 milljarðar, en það að vera vaknaður og það, að vera vakandi og það að vera tilbúin til að klifra, það eru kannski 2 mismunandi hlutir, en ég tel að það sé mun meiri ósk hjá fólki að fá sitt eigið, það að segja, sjálfræði. Svo eftir að koma í ljós hversu margir það eru. Þú sér það, eitt sem að ég hef hákið eftir að menn segja við krefjumst mannréttinda, Já. Þá hef ég sagt, sá sem krefst réttinda hefur þegar tapað sjálfum sér, Já. Ég hef tekið eftir því að þú hefur sagt það. Það eru ákveðna línur sem eru lagðar fyrir það hvað telst vera mannréttindi. Og það höfum við sem hópur, mannkyn, sameinast að séu línurnar sem við ætlum að fara eftir, og það eru þær sem hafa verið rofnar og ekki virtar af ákveðnum hópi fólks, gagnvart öðrum hópi fólks, og það er það sem fyrst og fremst við viljum að réttur okkar til að njóta þess sem að þegar er búið að samþykkja hvað er inn í hellinum eða utan við hellin, að hann sé virtur. En svo snýst þetta líka að við höfum þá trú, að mínum að við höfum þá trú að við séum miklu sterkari heldur en við höldum að við séum. Við látum vaða mikið yfir okkur og við höfum sett valdi nánast eins og við séum bara að afhenda eitthvað til stjórnmálamanna og svo hættu við að fylgjast með þeim. Við þurfum að hafa eftirlit. Við þurfum að vera virkari. Við þurfum að fylgjast með hvað er að gera í samfélaginu okkar. Hvað er bara búið að gera þetta?
Við stöndum svolítið svoleiðis í dag. Já, sko ef þú lætur eitthvað gaur alltaf fá 5.000 kall til þess að fara út í búð og kaupa mat og hann tekur alltaf 5.000 kallin en kemur aldrei með matinn, þá verður hann ekki langlíf, sko. Nei. En sko... Við mætum á kosningadag og kjósum einhverju í embætti og jafnvel þeir sem ekki eru kosnir komast inn í embætti sem er núverandi borgarstjóri Reykjavíkurborgar. Hann var ekki kosinn í síðustu kosningu og síðan leyfum við þessu fólki að ráðskast með stjórna borginni á þess að skipta okkur nokkuð af því. Við erum ekki einu sinni sko endurskoðendur í eigin borgarsamfélagi, engin mótmælir, við nennum ekki að mæta á fundi, við nennum ekki að mæta á pólitíska fundi, þannig að það er svo auðvelt fyrir elitun að fá að stjórna þegar við nennum engu. En þú sagðir áðan sko að við værum sterk, sko. Já. Sko, ég er ekki sammála því, sko. Nei, ok. Að þegar þú ert með alifugla og kippir úr þeim flugfjöðrunum, sko. Já. Þá eru þeir í raun lamaðir, sko. Já. Þeir munu ekki meika það út í náttúrunni, sko. Nei, þess vegna sá helmingur sem búið að kippa fjöðrunum úr, hann meikar það ekki. Það er ákveðin helmingur sem fjæðrirnar eiga eftir að vaksa aftur á. Það er 99,9% þeirra sem eru mannfólk að það er búið að kippa úr þeim flugfjæðrunum, sko. Já. Það er þess ég er að segja. Við mætum einhvers staðar á kjördegi, þykist það var gert réttind okkar og svo setjumst við bara aftur fyrir framan sjónvarpið. Skilur hvað við? Já, sjáðu þetta, mannréttindi er einmitt mjög gott mál, sko, að menn eru alveg að fullum heilindum að berjast fyrir mannréttindum. Já. Og trúa þessi að gera gott, sko, en eru bara að kyngja önglinum dýbra hún í maga, sko. Og þá ertu að vísa til hvers? Já, bara þess er að segja, þú kemst ekki út úr helli Platós nema andlega og hugmyndarlega, sko. Já. Þetta er andleg umbreyting sem við erum að fara í gegnum núna. Já, og andleg á í samhenginu sko hugsun og það er hugsun og andlegt er dýpri hugsun. Já. Eða ofurhugsun, eða hvað sem við höfum kallað það, subconscious eða superconscious. En þetta er að við virkjum alla þessa þætti hér í okkur, við sjáum heildarmyndina. Við ákveðum að vinna frá hjartanu. Ég er svo heppin að ég á 11 ára strák og 9 ára stelpu. Já. Og þau sækja rosalega mikið í það núna að rökara þau mataborðið, alls konar. En skemmtilegt. Og son minn sagði sko, já, sko maður hugsar í heilanum og þá var ég að tala sko, ef maður fær slæma minningu þá fær maður í magan, sko. Já. Þá var að segja, hlut af hugsunni eða minningur með minninu í líkamanum, sko. Já. Og hvaðan er hugsunin og það sagði, já, það er búið að mæla svona heilalínurrit, sko, að það er hugsun í heilanum, sko. Og ég sagði, já, byttu, það er rafmagnið þetta að mæla, en þú veist ekki hvort að það sé bara móttökustöð fyrir hugsunina. Það er saman loftnet, sko, þú getur mælt bylgjur, sko. Já. Man bara, áttu nú ekki alveg trompa móti þessu. Það er allt þarna úti í þessari orku sem er í kringum okkur. Já, við vitum það mælist rafmagn, en það þýðir ekkert endalega hugsunum sig að gerast þarna. Nei. Við erum að taka hana einhvers staðar og við getum sent hana líka frá okkur og haft mjög mikil áhrif með hugsun okkar, með fjarheilun og friðarbænum og öllum mögulegu, bara mjög skýr ákveðin hugsun, sko. Ég verið í þessum sértrúarsöfnum sem ég var í. Já. Þá var ég nú alltaf í sálusorgunni eða þess að þjóna fólki, sko. Já. Og þú veist að þegar kerfið er alveg búin að gefast upp á fólki, þá segir bara, herru, pröfa að fara í krossin og sjáðu hvað þeir geta gert. Já. Og það er beðið svona vilsinga og ég eftir þeim, sko. Já. Þannig ég hef sko og í veginn og alla leiðina upp þá hef ég áratuga reynslu að vinna með fólk, sko. Já. Og sko stæðsta vandamáli tel ég að fólk áttar sig ekki á því hvað það er skemmt, sko. Hvað það er rosalega illa farið.
og í biblíun þetta talað þetta sem illir andar og þar var nú eitt frægur sem að mætti Jesús sko og Jesús sagði, hvað heitirðu, andi? Og hann svaraði, já, við erum hersing sko. Já. Og hann sagði, já, ég ætla að kasta ykkur út sko. Já. Og þá báðu þeir hann sko, herðu, já, ertu ekki til að kasta okkur á í svínin? hann hélst á það. Já. Og minn skilningur á þessum illu öndum eru þessar skemmdir sko, huglægu, áróðurs, berjumst fyrir mannréttindum, allt þetta rugl sko. Það eru fyrir mér illir andar sko. Og þessna var svo merkilegt þegar að Jesú sagði bara vík burt illi andi og þá bara læknaði fólk sko. Já, já. Og þannig að ég held að sko, eins og með þetta að berjast fyrir mannréttindum sko, leið og fattar það að já, með því að krefja aðra réttindi þá eru hann búin að tapa sjálfum minn sko. Ég get ekki skýrgreint minn einu með mig sjálfan lengur sko. Það ég tel að þetta sem lýst í biblíunni sem illir andar eru svona þjóðfélagsverkfræðis lega hugsanir sem alveg búin að yfirtaka það sko. Já, sko það náttúrulega talað það núna að þetta stríð sem í gangi það snúist stríð, hver fá yfirráð yfir heilanum okkar. Já. Og þeir sem eru helstu höfundar transhumanismans innan New World Order, þeir náttúrulega líta á okkur sem bara fá þetta og það þurfi bara að koma í okkur örflögu undir húðina svo að sé hægt að stjórna okkur því að við getum ekki stjórna okkur sjálf. Og það í rauninni, þú veist, við eigum möguleika að mínum að á því að fara í gegnum umbreytingu og ná miklu meiri tökum á þessu tæki hér, pluss að það eru mun meiri taugaboð sem fara frá hjartan og upp í heila heldur frá heila og niður í hjarta. Þannig að hjarta kemur spilar stórt inn og að ef að við vinnum með þetta í þessari andlegu umbreytingu sem eiga sér stað, þá eigum við eftir að komast upp úr hellinum. Punktur. Ég alveg upp á konum, sko. Já, já. Það eru flest börn sem eru það. Já, ég var bara amma og mamma, sko. Já. Og systurmömmu. Já. Þannig ég hef alltaf haft þá visku að hlusta á konur, sko. Og það fyndi svona þegar þú og Inga og Gerður Pálma öndveis góðar konur er svona hlusta á mig og hafa samskipti við mig sko. Ég eins og gaddavýr sko. Já, það ég læt ekki gaddavýr stinga mig, ég hef margra áratuga reynslu af því að klifra yfir gaddavýr skýrðingar á þess að vera með mig þegar ég var í landsveginni. Svo ég læt ekki. Mér er svo gaman sko hvernig þeir eru að segja svipaða hluti en þeir gera það svo mjúkt sko, ég skil það ekki. Nei. Það er bara gaman. Ég við þurfum að taka gaddavýrun úr lífinu hjá flestum okkar. Þú verður að gera grein fyrir því að allavega mínum að þá það ekki fyrir 1987 sem farið að tala að tilfinning, að vinna úr gömlum tilfinningum. Það var ákveðin umbreyting þá. Og það að fólk sæti uppi með tilfinningaleg áfall eftir eitthvað sem hafði komið fyrir það, kemur í framhaldi af því. Og ég tel að sú úrvinnsla, þegar við vinnum úr áföllunum okkar, að þá hreinsum við út þessa illu anda sem við höfum boðið í raun að setjast að í líkama okkar með því að halda í minninguna. Algjörlega. Sjálf hef ég þurft að fara í gegnum mína eigin úrvinnslu og ég hef svipað og þú verið að hjálpa fólki til að vinna úr sínum áföllum síðan í kringum 1990, þannig það rétt í kringum 30 ár. Ég hjálpa fólki mikið í sambandi við mataræði en á bak við mataræðið yfirleitt það sem við felum. Það er við borðum yfir tilfinningarnar okkar. Svo þegar við förum að hreinsa út, þá erum við að losa okkur við þessa illu anda sem fengu búsetu hjá okkur út af því að hugurinn gat ekki sleppt tökum á reynslunni. Hún settist að í tilfinningaminni líkamann, sko. Þannig þú veist, þetta eitt partur af, og þetta partur af því ferli sem við höfum verið að fara í gegnum núna, að vinna úr þessum áföllum
því að við komum út að myndi öflugri og sterkari og tilbúinari til þess að vera meira í, til dæmis bara þykja væntum líkam okkar, vegna þess að þegar maður hefur orðið fyrir einhver til dæmis eins og í mínu tilviki nauðgun þegar ég tæplega 7 ára gömul, að þá situr skömmin í mér. Það er svo merkilegt, skömmin situr í þolandanum en ekki gerandanum. Og það er þessi skömm sem í rauninni illi andinn sem sest að í líkamann þínum og skadar líffærið þín og hefur áhrif á tilfinningar þínar, hegðunarmunstur og annað þess og þú endurtekur oft sama munstri aftur og aftur, þangað til eitt kom við þetta, bingo, hingað ekki lengra. Ég verð að gera eitthvað. Og það yfirleitt þegar fólk komið með heilsuna sína í þrot, það mjög tengist oft saman. Svo Ég sammála því. Flest veikindi eru andleg. Já. Og andlega tilfinningaleg, segi ég. Nema byssukúla í hausinn ekki andleg veikindi. Nei, við ætlum ekki að panta svoleiðis. Við erum búin að taka pakkan út. Heyrðu, en það fullt af öðrum hluti sem á dagskrá hjá mér í dag, þá sé ég mjög gaman að spjalla við þig. Og ég segi bara, takk fyrir að bjóða mér. Við náðum 2 tímum, það er bara 6 tíma til að ná metinu. Já, ég legg ekki í það því að þá nennir fólk ekki að hlusta, sko. Jú, það er hlustað á þetta til enda, skal ég segja þér. Já, það getur meira verið, en allavega bara takk fyrir spjallið í dag og... Já, takk sömuleiðis, æðislegt að fá þig. Já, sömuleiðis og takk fyrir að vera að gera það sem þú ert að gera. Já, sömuleiðis. Takk. Bye. Já, bye. Já, við þökkum komuna og Guðrúni fyrir að leggja í að koma hingað. Við tökum outro núna og býð fleirum í viðtölu ef þið vilja, svona, ef ykkur vill reyna að ná 8 tíma metinu, þá er það í boði. En bless og Guð geymi.